Þátt í mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Já, sportáttur með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi 8. september og nú ég komið með á línuna snillingin hann Þorsteinn Hauk Harðarsson hjá sport.is eða Steini Sport eins og ég vil kalla hann, ég veit ekki alveg hvernig heyrist núna í mér. Heyrur í mig Þorsteinn? Já, ég heyri. Já, margblessaður, hvernig hefur það? Ég hef gott, ég heyri svolítið lágt í þennar. Já, með gruna það er eitthvað smá, kerfisbílun hjá mér, en það heyrist ágætlega. Já, ég hlusta það bara betur. Já, ég fór einmitt í heyrnarmælingu daginn og það komst í ljós að ég bara hlust ekki. Ha? Ég er vist með góða heyrn en ég bara hlust ekki. Já, ég held að ég hef saman vandamál að stríða. Já. Ég hef að kona mín myndi allavega að segja það. Já, nákvæmlega, það er svipað svona með þess að það er ekki alltaf sem maður nennir að hlusta á allt, sko. Nei, maður heyrir bara það sem maður vil. Já, nákvæmlega. Herðu, ég ætla að byrja að spyrja þig út í aðeins út í handboltan því að nú er tímabilin að fara að hefjast í hagnaðarsleiktíðin að hefjast og svona, já, ef ég byrja aðeins hérna á Ólisdeild karla, er eitthvað lið sem að svona eru búin að líta betur út heldur en önnur undirbúningstímabilin og svona? Nei, sko, Valsmenn alltaf unnur móti og mér sýnist þeir kunna eitthvað fyrir sig í handbolta og svo bara verið gaman að fylgjast með flestum þessu liðum. Haukar unnu flottna sigur á Hafnarfjarðarmótinu og hérna, þetta er bara svona, afturölding vann hérna MSK móti sem Háka heldur og það er bara, mér sýnist svona flestlið verið að koma ágætlega inn á vetri og undan sumri segi og ég hlakka bara mikið til að boltinn fara loksins að rúlla í ennitundinni. Já. Og já, þetta er bara að hefjast núna í næstu viku í rauninni. Já, þetta byrjar sem það. Og hérna, ég er líka rosalega spenntur að sjá hérna Akureyri. Þeir eru verða náttúrulega með hérna silfurvörnina frá Peking, Ditta og Sverri. Já. Og svo ég talaði nú við Sverri í seinustu viku og þá sagði hann að Hreiðar Leví kom í marki einhvern tímann upp úr áramótum. Hann er að jafna sig eftir aðgerð þannig að þetta verður hörkulið hjá Akureyringum. Já, nákvæmlega. En svo er svo er búið að aukastuði komið hérna nokkri félagar hérna búið að bæta við liðum í fyrst til karla. Já, sjálfsíkandi maður, flottir. Já, sunnlenska. Það er stór hugur í þeim og ég einmitt tók viðtal við þjálfara liðsins þegar þetta var ljóst og hann sagði mér að þetta er bara svona strákar sem hafa gamla handbolta en geta kannski ekki verið að æfa 6 sinnum í viku þannig að þetta er bara flott framtak og þá ber að fagna því hvert einasta skipti sem það er nýtt handboltalag á Íslandi. Já, en þá aðeins að atvinnunum okkar, þeir eru náttúrulega byrjar að spila svona undirbúið sig fyrir tímabilin, hvernig gengur eins og nú er Guðjón Valur náttúrulega í nýju liði? Já, Guðjón Valur er náttúrulega, þessi maður er náttúrulega ótrúlegur. Við erum að hann er búinn að spila einn leik í deildinni á Spáni. Þeir unnu sinn leik á móti liði sem heitir BM Aragon, einhvern stórsigur og þar var okkar maður markaðastur með 8 mörk og valið maður leiksins. Svo er þeir búin að vera í gær og í dag að spila HM félagsliða og þar eru komin 2 leikir, 2 leikir, 2 sigrar og 11 mörk í okkar manni. Hann er náttúrulega bara flottur. Já, nákvæmlega. En þú tókst nú ítalegt viðtal við hann daginn og spurðir hann meðal annars út í heimsmeistaramótið. Já, og hann náttúrulega eins og kannski flesti sem kom á íslenskum handbolta, hann fúll með þessa ákvörðun. En svo talaði ég líka við á seinasta föstudag, tók ég viðtal við hann Guðmund B. Ólafsson, formann sí, og við fórum yfir þetta í þaula og hann náttúrulega það er náttúrulega formlegt núna að því að handboltasambandið er búið að synja beiðni Íslands að bæta bara við liðum í mótinu og málið sér dautt. Þannig að Ísland fái nú að taka þátt á mótinu en það verður ekki. Þannig að það eins og staðan núna er ekki inn í myndina að Ísland fái sæti á HM eftir allt. Og svo er náttúrulega eins og hann segir, nú eru menn náttúrulega ákveðið að kosta það að fara alla leið í mál. Það er náttúrulega bæði tímafrekt og gríðarlega kostnaðarsamt. Þannig að það er ekkert sem segir að það er komin botn í það mál áður en HM byrjar. Auk þess sem þeir eru hræddir að það HSÍ að málið gæti rauninni enda þannig að Ísland myndi vinna málið. Þá myndi Ástralía fá sæti en ekki Ísland. Nú? Já, út af því að þeir þurftu þá að finna einhverja leið til þess að spinna þessu í rauninni þannig
að málið sé ekki spurning að hvort Ástralía að fá keppnisleyfi eða ekki, heldur af hverju Ísland á að fá þetta auka sæti en ekki Þýskaland, en svona miðað við það sem Guðmundur B. sagði mér og miðað við það sem hann hefur rætt við sína lögfræðinga, þá eru þau svolítið hræddir það að ef Ísland myndi vinna málið þá færi sæti til Ástralíu en ekki Þýskalands. Já, og það verður ansi... Ekki Ísland segir. Það svolítið svekkjandi mikið. Já, ég meina eins og við vitum þá eru málaferðinu vantarlega gríðarlega kostnaðarsöm og það væri náttúrulega hundfullt að eyða fleiri milljónum í lögfræðikostnað og vesen og vinna málið og svo bara Ástralía sæti. Það væri mjög gott ef HSI ætti fjármagn í það, bara upp á prinsipi, að sýna fram á að við erum þjóð sem líðum ekki svona spillingu og látum ekki vaða yfir okkur af því að við erum litla Ísland, en það engin ástæða til þess að við séum að borga fúlgur fjóru í dómsmál svo Ástralía komist á háan. Og handknattleikssambandi væntanlega ekki, mjög ríkt? Nei, alls ekki. Þetta náttúrulega, það er ekkert að líka peningunum í handboltanum eins og í fótboltanum og eins og bara gefur skilja annað sem ég ræddi við Guðjón Vala því að hann hefur nú talað það ofta að það sé of mikið eins og til dæmis að vera með EM á 2 ára fresti og HM á 2 ára fresti, þannig að það sé stórmót á hverju ári. Það er náttúrulega rosalegt álag eins og til dæmis þegar það er Ólympíu ára að vera spila í rauninni 3 stórmót með landsliða ári, þess sem þú spilar svona mikið með félagsliðinu í sterkustu deildum heims. En það er bara ekki meiri peningar en það í þessu og til þess að fá peninga þá þarf að spila svona mikið. Já, nákvæmlega. Þannig að þetta er náttúrulega bara leiðilegt en ég meina þú veist, ég veit svo mikið hversu mikið við getum grátið þetta því að ég meina við náðum ekki að vinna okkur insight á HM og þá er spurning hversu mikið við eigum skilið að fara ánga. En svona öðrum atvinnumönnum fyrir utan Guðjón Val, Aron og fleiri, þeir eru byrjað að undirbúa sig eða ekki? Jú, Aron var flottur í gær frekar en fyrradag og skoraði 9 mörk í flottum sigri í Kíl á móti alveg stúl út í mér. Já, það breytir ekki öllu máli, það er allir búin að gleyma því hvort þið er strax á eftir. Já, en hann skoraði 9 mörk og þeir unnu leikinn sem fyrir öllu og svo náttúrulega stór skemmtilegt atvik seinustu helgi þegar Ragnar Löfven og Hamburg mættust í þýsku deildinni og þá áhorfendamett á handboltaleik í heiminum. 44.000 áhorfendur rúmlega sem mættu og sá Ragnar vinna og Alexander Pettersson markaðasti maður leiksins. Já, hvað sér áhorfendamett bara? Já, það var sem sagt knattspyrnuvellinum hjá Frankfurt í þýska búndeslíkunni var breytt í sem sagt handboltavell fyrir þennan innleik. Og voru 44.189 minnum mig sem mættu á leikinn og þetta er bætingum einhverja 8.000 áhorfendur frá því að Aki frá Kaupmannahöfn var dansku meistari á Parkinn árið 2011. Þannig að þetta er náttúrulega bara glæsilegt, það er gaman fyrir Alexander Pettersson og svo reyndar Stefán Rapp sem komur ekki í söguleiknum að spila fyrir þennan fjölda. Já, okkurlega. Þannig að það er alveg ýmislegt að gerast hjá íslensku handboltamönnunum og einnig bara hjá liðunum hérna heima. Nú hefst bara tímabili brálega en ef þú myndir vera svo djarfur, það er svolítið erfitt að spyrja þetta núna strax en svona með hvernig liðin lít út hérna undirbúningstímabilinu, er eitthvað hægt að segja hvaða lið eru svona að fara, virðast ætla að fara að berjast það að verða meistarar? Nei, ég er einmitt ég er sjálfur farin að undirbúa það að byrja einhverja spáin og sport.is og ég er bara frekar stressaður því að það einhvern veginn, ég held að þessi deild verður rosalega jöfn og skemmtileg. Já. Það er svona, mér finnst svona þau lið sem hafa svolítið verið með svona sterkustu leikmannahópana hafa svolítið verið að missa og ekkert endilega að fá jafn mikið í staðinn eins og til dæmis tökum á þess að ég ætla að fara eitthvað að drullu yfir Haukana þeir missa náttúrulega Elías Már Halldórsson og Sigurbjörg Sveinsson til dæmis og eru kannski meira bara svona að gera þetta ungum strákum í staðinn. Og ég meina hörsku efnilegi strákar, ég meina Adam Haukur Bamrúk og Orknir Steinn Steinþórsson munum kannski spila stærri rullu eða svona öðruvísi hlutverk og ég meina ég er alveg vissum að þeir standa undir þeim væntingum fyllilega. En svo er eins og bara, ég held að þetta verði jöfn-deild, það er gaman að sjá og það var svo spennandi því að með fyrirkomulaginu núna í 10-liða deild þá er bara 20 stöðin að annarkvort kemst í úrslitakeppni eða eftir fallinu úr deildinni þannig að
það verður barist til síðasta blóðdropa. Já. Nú er ekki bara best fyrir þú að fara heimsækja kýrnar hjá mig bara og láta það spá fyrir þessu, þá letti það pressuna þínar? Jú, ég að pæli að gera það, mæta bara í setina. Já, bara svona við setjum bara merkin og látum beljurnar velja merkin bara svona eftir sætaröðun. Já, ég myndi það. Annað eins vitleysa hefur nú verið gert í kringum stórmótin. Jú, heldur betur. Það er rétt. Já. En nú er landsleikur á morgun í fótbolta. Já. Og hvernig leggst sá leikur í þig? Það verður náttúrulega gríðarlega erfitt og þetta eru engir aukvisar sem að koma í heimsókn á Laugardalsvöllinn en maður hefur einhvern veginn svo bullandi trú á Íslandsliðinu eftir seinustu undankeppni og hafandi svona aðeins heyrt í eins og ég var á blaðamannafundi í dag þar sem Lars Lagerbäck og Heimir Hallgríms sátu fyrir svörum og þeir eru eitthvað svo alveg, ég veit ekki hvernig á orða, þeir eru svo mikið með einhvern veginn að þeir eru svo fullir sjálfstraust að maður getur ekki annað en bara svona hrifist með þeim og verið bara, já, þessi menn er alveg með þetta, við getum alveg unnið þessa Tyrki, sko. En það verður náttúrulega, þú veist, eins og þeir hafa bent réttilega á, þetta er sem spila sókn á mörgum mönnum og við þurfum að verjast vel. Það er alveg við að Tyrkinni verða mikið meira með boltanum við, þannig að við þurfum bara að vera einbyttir og fókuseraðir í vörninni og nýta þau tækifæri sem við fáum þegar Tyrkinni missa boltan. Það er eiginlega okkar lykill að segja á morgun. En svo er það voru náttúrulega leikir í kvöld og þú ert náttúrulega Arsenal-maður og nýkeypti leikmaðurinn Danny Welbeck, hann skoraði 2 mörk fyrir Englendinga í kvöld. Jú, það er svona, maður er búinn að fara í gegnum ýmis konar tilfinningaskala varðandi þessi kaup og svo náttúrulega andar maður á því að hugga sig eitthvað við það að þessi maður getur allavega ekki verið lélegur Yaya Sanogo sem hefur spilað nokkra leiki fyrir Arsenal og verið bara best staðsetti áhrundun á vellinum í öllum þeirra. Já. Og ég held að eins og sé, hann getur ekki orðið lélegri. Reyndar skoraði Yaya Sanogo fyrir U21 landsliðið Frakkland móti Íslandi í kvöld, þannig að hann virðist nú vita hvað markið er, þótt að ég held að hann hafi ekki einu sinni skorað á æfingu hjá Arsenal. Nei, nákvæmlega. Já, þeir leina á sig sumir. Já. En svona Lugi, það var náttúrulega í síðustu viku og þá var náttúrulega hvað mest að gera hjá okkur íþróttafréttamönnum, það var náttúrulega félagaskiptaglugginn og þú þekkir það mjög vel að standa vaktin á því. Já. Hvernig var svona glugginn? Var þetta rólegur gluggi með venjulega, er þetta bara alltaf saman? Nei, þetta er nú aldrei rólegur gluggi, þetta er einhver svona skemmtilegsti dagurinn á árunni fyrir íþróttafréttamenn og sérstaklega svona allt rugli í kringum þetta. Það er ekkert ástæðalausu að félagaskiptaglugginn á Englandi er kallaður silly season. Því að, þú veist, maður heyrir einhverja slúðusögur á Twitter eða eitthvað, einhver örglundallur kemur með eitthvað á Twitter að hann hafi einhverja staðfestar heimildir fyrir því að þessi sé að fara fangað og öll blöðin eru búin að fyllir þetta og birta út allt og svo 2 tímum setna kemur ljós að það er ekki takt í þessu, það er ekki rétt í þessu. Þannig að það er bara gaman að fylgjast með þessu og svona, maður er náttúrulega spenntur. Ég sem Arsenal maður er alltaf spenntur að sjá hvort að Wenger taka upp veski og kaupa eitthvað og bara svona almennt sem fótboltinn, þá er maður spenntur fyrir að sjá hvort að stórstjörnurnar sé að fara sem set og svona. Já, nákvæmlega. Yes. Herðu, eitthvað í lokin Steini áður en ég sleppi þér? Bara svona rétt í lokin, gaman að minnast það að það var ákveðið í dag hvar Evrópumóti í körfubolta þegar ég fer fram. Já, og hvar verður það? Þetta verður sem sagt, þetta er skemmtilegt fyrirkomulag og eins og vantarlega flesti vita þá mun Ísland spila á lokakeppni EM í fyrsta skipti í körfubolta og það er Úkraína átti upprunalega að halda þetta en vegna svona óstöðugs ástand í landinu, bæði pólitískt og fleira, þá hefur verið ákveðið að það verður ekki þar. Og þetta verður sem sagt núna spilað í 4 löndum. Já! Þetta er svolítið spennandi fyrirkomulega því að þessi lönd eru bara út allt í Evrópu. Við erum með Þýskaland, Frakkland sem eru nú hlið við hlið og annars vegar Króatíu og Lettland. Það er nú ákveðis ferðalag þar á milli en það er sem sagt 4 riðlar í mótinu og hvert land mun spila 1 riðil, eða sem sagt halda 1 riðil. Áður en svo þegar riðlakeppnin er búin og útslagskeppnin hefst þá munu Frakkar taka við og úrslitakeppnin verður leikin í Frakklandi. Já. En það er ekki komið í ljós ennþá hvar, það er náttúrulega ekki búið að draga þannig að
það ekkert hægt að segja til það enda hvar íslenska liði leika sína leiki, en vonandi verður bara í Frakklandi eða Þýskalandi, það svona þægilegasta ferðalagið. Já, nákvæmlega. Það algjör snilt og ég vona að verði Lettland, það verður gaman að kíkja á það land. Já, er það? Já, við höfum eftir að hafa gott í Lettlandi, Steini. Já, ég held að við höfum það gott hvað sem við erum. Já, það held ég nú. Það verður alveg bókað að við förum út. Já, við skellum okkur félagarnir. Já, engin spurning. Steini Sport, takk kærlega fyrir að gefa okkur tíma og þetta og fleira til á sport.is. Takk kærlega fyrir spjallið bara sem leið. Þú verður með puttan á púlsunum annað kvöldið, ekki? Jú, SLC, ég mæti á leikinn. Það er rétt. Bestu þakkir. Herri, takk sem leiðis. Blessaður. Já, bye. Já, farið ekki langt, hlustu góður. Við ætlum að halda okkur við landsleikinni mitt sem er annað kvöld. Það er stuðningsmannasveitin 12 sem verður á línunni eftir smástund og þeir eru náttúrulega undirbúið sig fyrir morgundaginn. Kannski byrjar í söngvögunum, ég veit ekki, en við ætlum að heyra annarkvort í honum Styrmi eða Óskari hér eftir smástund sem eru í forsprakki hérna í stuðningsmannasveitin 12. Undirbúið eitthvað skemmtilegt fyrir morgundaginn. Farið ekki langt.